Já, góðan daginn orðugóðir og verið velkomin hér í KA TV. Hér erum við að sína beint frá Íslandsmótinu í réttstöðulyftu. Mjög gaman að fá þetta glæsilega mót hingað norður og mikið hrós á þá snillinga í lyftingadeild KA að hafa fengið þetta flotta mót hingað norður og halda þetta hér í KA-milinu, hafa breytt KA-salnum í alvöru lyftingastöðu. En styttist í að við förum að hefja þetta hérna. Fyrsti keppandi er hún Elva Katrín Ómarsdóttir. Hún keppir í mínu 63 kg flokki og hennar fyrsta þyngd er 92,5 kg. Kannski rétt að árétta það, þetta er náttúrulega Íslandsmótið í klassískri réttstöðulyftu. En já, hér er alltaf að vera klárt. Hérna sjáum við inn á uppbytunarsvæðið sem að keppendur eru að gera sig klára. Eins og segi, hún Elva Katrín Ómarsdóttir úr Breiðablik er fyrsti keppandi og styttist í að hún stígi hér á glæsilega pall. Eins og segi, það er þetta flotta Íslandsmót í klassískri réttstöðulyftu hérna í dag á dagskrá hjá okkur hér á KA TV og hvetjum alla sem geta til að koma í KA-milið og taka þátt í stemningunni hérna á svæðinu. En svo á morgun stendur lyftingadeild KA fyrir öðru móti. Það er einnig í beinni hér á KA TV en það er sumarmót LSI og KA í ólympísku lyftingum. Við fáum tvö frekar ólík mót hérna þessa helgi hér í KA-milinu. Já, þá er aðeins 10 sekúndur eftir af niðurtalningunni hérna fyrir þetta glæsilega mót og við förum hérna að byrja hasarinn. Já, það er smá töf á dómurunum. Þeir eru enn að klára vigtun, þannig að það er ennþá smá biði að við byrjum þetta að fullu hérna. Skiptir þetta öllu máli að vigturinn fari rétt fram. Þannig að við sýnum því að sjálfsögðu fullan skilning. En já, sjáum hérna keppnispallinn. Allt klárt hérna í KA-milinu. En já, við kannski rennum örstutt yfir kvennaflokkin. Sjáum þetta kannski ekki nægilega vel hérna, kannski það er að stækka þetta. Svona. Já, sjáum að í dag eru þær að keppa. Það er Heiða Mist Kristjánsdóttir og svo fyrsti keppandinn Elva Katrín Ómarsdóttir. Svo er Elsa Pálsdóttir, Fjóla Kristín Blandón, Heiðrún Frímannsdóttir, Margrét Linda Kristjánsdóttir, Hulda Ósk Blöndal
Agnes Ýr Rósmundsdóttir, Halldóra Kristjánsdóttir, Þorbjörg Matthíasdóttir, Harpa Rut Þorleifsdóttir, Kolbrún Katla Jónsdóttir, María Líf Flosadóttir og Melkorka María Sigurðardóttir. Já, fá væntanlega hörkumót hérna, hérna kemur þumalli frá dómurunum. Þannig að við erum að vera klár hérna í slaginn. Kíkjum aftur örstutt inn á uppbytuna svæðið. Það verður líf, það alveg klárt. Þá erum við klár í slaginn. Og já, fyrsti keppandi Elva Katrín Ómarsdóttir. Stöngin klár. Og hér kemur hún. Elva Katrín ríður af aði hérna. 92,5 kíló. Jæja. Já, glæsileg lyfta. Fór bara létt með þetta. Sjáum þetta aftur hérna. Það já, frá öllu þremur dómarunum og þetta glæsileg byrjun á mótinu. Elva Katrín ekki vandræðum með 92,5 kíló hérna. Og þá komið að Heiðrúnu Frímannsdóttur úr KA. Hún keppir í -84 kílógramma flokknum og byrjar á 110 kílóum. Þetta alvöru þyngdir hérna. Kíkjum aftur á uppbytunarsvæðið. Stöngin klár fyrir Heiðrúnu og hér kemur hún upp á pallinn. Jæja, hvað gerir Heiðrún? 110 kíló. Já. Glæsileg lyfta hjá Heiðrúnu og hún fær þrjú já frá dómarunum. Sjáum þetta aftur hérna. Engin vandræði á henni og þetta var glæsileg fyrsta lyfta. Þá erum við að vera klár fyrir næsta keppanda. Hún Heiða Nist Kristjánsdóttir úr Stjörnunni. Hún að taka 115 kíló. Það hennar fyrsta þyngd. Nú þetta tiltölulega rólegt á uppbytunarsvæðinu. En stöngin klár fyrir Heiðu sem kemur hér. -63 kílógramma flokki. Sjáum hvað hún gerir hérna hún Heiða. Já. Aldrei spurning þarna og það eru að sjálfsögðu 3 já. Sjáum þetta aftur hérna. Virkilega örugg og góð lyfta hjá Heiðu og fyrstu 3 lyftunar hérna allar góðar. Þá komið að Halldóru Kristjánsdóttur. Tekur einnig 115 kíló. Halldóra. Já. Þetta var glæsilegt hjá henni. Það eru 3 já. Sjáum þetta aftur hérna. Já. Frábær lyfta. Þá komið að Hörpu Rut Þorlaugsdóttur úr KA. Hún tekur 120 kíló. Hérna kemur hún Harpa.
120 kíló, þetta alveg þyngd, sjáum hvað hann gerir hérna. Já. Já. Það eru 3 já frá dómurunum. Tók smá tíma að fá samþykkið en hann kom endanum flott lyfta í hörpu og kom með 120 kíló hérna í sinni fyrstu lyftu. Þá næst hún Hulda Ósk Blöndal. Hulda Ósk 122,5, hún tók 115 áðan. Það gerir hún hér, hérna kemur hún upp á pallinn. 122,5 kíló, þetta aukning 7,5 kíló frá lyftun áðan. Já, þetta var glæsilega gert hjá henni, aldrei spurning. Og það eru 3 já frá dómurunum, sjáum þetta aftur hérna. Já, glæsileg lyfta. Og sjáum aftur hérna, komið aðeins bara líf aftur á uppbytunarsvæði. En næst Margrét Linda Kristjánsdóttir úr Breiðablik, hún tekur 125 kíló. Það hennar fyrsta lyfta. Stöngin klár og sjáum hérna Margréti koma upp á pallingóða. 125 kíló og þetta virkaði ansi þægilegt fyrir hana. Og það að sjálfsögðu 3 já í hús. Sjáuð þetta. Hún var ekkert að tvínuna við þetta, rífur stönginu upp og 125 kíló á loft hérna. Næst þá María Líf Flosadóttir úr Breiðablik. Þetta hennar fyrsta þyngd, það 130 kíló. Stöngin klár og María kemur hérna upp á pallinn. 130 kíló. Sjáum hvað hann gerir. Já. Flott lyfta hjá henni og það eru að sjálfsögðu 3 já frá dómurunum góðu. María Líf að byrja þetta vel. 130 kíló í hús hérna í fyrstu lyftu. Og þá komið að Fjólu Kristínu Blandón. Hún að taka 142,5 kíló. Hennar fyrsta lyfta. Hún að keppa í -84 kilogramma flokki. Sjá það miklar pælingar á uppbytunarsvæðinu. En þá stöngin klár fyrir hana Fjólu. Kemur hér. Já. Glæsileg lyfta hjá henni, sjáum þetta aftur hérna. Það að sjálfsögðu 3 já, 142,5 kíló í hús hjá henni hérna. Og allar lyftur löglegar til þessa. Við ætlum bara að ná hvað sem við viljum. Næja, þá næst Elsa Pálsdóttir. Hún að taka hérna 150 kíló.
Hún sjálf keppir hún í mínus 76 kg hloki. Hvað gerir Elsa hérna? Hennar fyrsta lyfta. Tekur góða huleyðingu hérna. Og fer svo hendanum létt með þetta. Glæsilega gert hjá Elsu. Og fær 3 já. Sjáum þetta eftir þetta frábær lyfta og Elsa komin á blaði, sko, skildi ég segja. Næst Agnes Ýr Rósmundsdóttir úr Breiðablik. Hún að taka hérna 157,5 kíló. Það einnig hennar fyrsta lyfta. Næja, þá allt klárt fyrir Agnesi. Hún röltir hérna upp á pallinn. (157,5 kíló). Sjáum hvað Agnes gerir. Já. Frábærlega gert. Og það glæsileg lyfta hjá henni. 157,5 kíló. Sjáum þetta aftur hérna. Aldrei spurning. Og sjáu þið krafti þegar hún sleppir lóðunum. Já, þá verið að undirbúa stöngina fyrir Þorbjörgu Matthíasdóttur. Hún að taka 165 kíló. En sjálf keppir hún í 84 kílógramma, 84 plus flokknum. Já, þá stöngin klár. Stöngin klár, Þorbjörg. Kemur Þorbjörg Matthíasdóttir hérna. Hún keppir fyrir Stjörnuna. Hennar fyrsta lyfta 165 kíló. Já. Stórglæsileg lyfta hjá Þorbjörgu. Og það eru 3 já frá dómurunum. Sjáum þetta aftur hérna. Hún ekki að tvínuna við þetta. Rífur stönginu upp og létt með þetta. Glæsilega byrjun henni. Og þá aðeins það eru 2 eftir fyrir gefi. Nei, það bara 1 eftir hérna í fyrstu umferð. Það hún Kolbrún Katla Jónsdóttir. En hún að byrja í 180 kílóum. Kolbrún Katla Jónsdóttir úr Breiðablik. 180 kíló. Sjáum hvað hún gerir hérna. Halvöru fyrsta þyngd. Já, var hún klár í slaginn hérna. Já. Glæsilega gert í Kolbrúnu. 180 kíló á loft hérna. Sjáum þetta aftur hérna. Fór næsta létt með þetta.
stöngin klár fyrir Elvu. Elva Katrín að fara í svona aðra lyftu. Tók 92,5 kíló áðan. Hún búin að hækka 10 kíló. 102,5 kíló á stönginni. Og sjáum hvað Elva gerir. Elva úr Breiðablik. Hvað gerir hún hérna? Já. Glæsileg lyfta. Og það eru 3 já. Sjáum þetta aftur hérna. Gefur sér góðan tími í þetta. Og gríðarlega sannfærandi í þessari lyftu. 102,5 kíló á loft hjá henni. Næst Heiðrún Frímannsdóttir úr Káa. Hún að 120 kíló núna. Það sama, bætingum 10 kíló frá því áðan. Heiðrún lyfti 110 kíló áðan. Komin 120 núna. Heimakona úr Káa, hún Heiðrún. Sjáum hvað hún gerir hér. Já. Frábær lyfta hjá Heiðrúnu. Og það sem áður. Það eru 3 já. Enda lyftan mögnuð hjá henni. Virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Þá næst Heiða Mist Kristjánsdóttir. Já, kemur Heiða Mist hérna. Hún að taka 122,5 kíló. Það bætingum 7,5 kíló frá því áðan. Hún tók 115 mest auðvitað. Sjáum hvað gerir hér. Já, flott lyfta. Virkilega flott lyfta. Og það eru 3 já. Sjáum við aftur hérna. Glæsilega gert. Og nú komið að Halldóru Kristjánsdóttur. Já, kemur Halldóra Kristjánsdóttir. Hún að taka 122,5 kíló núna. Það bæting upp á 7,5 kíló frá því áðan. Tók 115. Þetta virkar líka ansi þægilegt fyrir hana. Og það eru 3 já. Glæsilegt gert hjá Halldóru. Lyftir fyrir Stjörnuna og ég segi tekur hérna 122,5 kíló. Þá næst Harpa Rödd Þorleifsdóttir úr Káa. Hún að taka 130 kíló. Hún Harpa tók 120 í fyrstu lyftu og því að auka þyngdina 10 kíló hér. Já, hún lyfti fyrir Káa eins og lyftingadeildin hjá Káa. Nota mikið, þetta mjög skemmtilegt motto hjá þeim. Sjáum hvað Harpa gerir hér. Já. Alvöru karakter hérna.
en því miður þá fær hún ekki lyftuna gilda þarna, sjáum að var í smá vandræðum þarna, en enga síður alveg karakter klárar lyftuna þá hún fá hún ekki gilda. Já, Harpa Rödd er þá ennþá með 120 kílóin úr fyrstu lyftu sem var dæmd gild. Þá er Hulda Ósk Blöndal næst. Hulda Ósk lyftir fyrir Breiðablik. Tók 122,5 kíló áðan og er aukning 10 kíló. 132,5 kíló á stönginni, sjáum hvað Hulda gerir. Já, þetta lítur vel út hjá henni og þetta er glæsilega gert. Það eru 3, já. Sjáum þetta aftur hérna. Hulda, já, ekki í neinum vandræðum og já, lyftir hérna 132,5 kílói. Kíkjum aftur aðeins á stemninguna hérna á upphitunarsvæðinu. Menn eru mikið að rýna í skjáinn. Þetta er mikil taktík sem á sér stað á milli keppanda. En þá er stöngin klár fyrir Margréti Lindu. Margrét Linda Kristinsdóttir úr Breiðablik. Það er hérna hér við 135 kíló, tók 125 áður og vá, þetta var ekki vandamál fyrir hana. Gríðarlega snögg að klára þetta. Vippar hérna 135 kíló og sjáu það. Hún er ennþá komið sér fyrir þegar ég byrja endursýninguna. Glæsilega gert hjá Margréti. 135 kíló á loft hérna og hún er búin að vera afar sannfærandi í fyrstu 2 lyftunum. Þá er komið að Maríu Líf Flosadóttur úr Breiðablik. Hún er að auka þyngdina 15 kíló, var í 130 í sinni fyrstu, núna taka 145 kíló. María Líf, hún kemur hér upp á pallinn góða. María, hrikaleg. Það má spenna sig. Já! Já. Glæsilega gert og það eru 3 já að sjálfsögðu. Sjáum þetta aftur hérna, gefur sér góðan tíma í að ná gripinu góðu, en það skiptir það öllu máli og svo klarar hann þetta afar sannfærandi. Þá er næst Fjóla Kristín Blandón. Fjóla er að auka þyngdina 10 kíló milli lyfta, tók 142,5 áðan, er núna að taka 152,5 og hér kemur hún upp á pallinn. Fjóla Kristín. Já. Frábærlega gert, góð tækni og Fjóla fær 3 já. Sjáum þetta aftur hérna. Vel gert, virkilega vel gert. Og þá er næst Elsa Pálsdóttir. Hún er að fara í 165 kíló. Það er aukning 15 kíló frá fyrstu lyftu. Hún tók 150. Elsa kemur hér upp á pallinn. 165 kíló. Elsa keppir í bílum 76 kílógramma flokki. Og þetta er já, við erum rúmlega 2-föld hennar eigin líkasþyngd.
Fyrir hún á stað hérna á Elsa og gríðarlega gaman að sjá kraftin í henni hérna og hún fær 3 já, glæsilegt, sjáuði þetta reif í en þvílíkur karakter sem hún sýnir hérna og klárar lyftuna og fær 3 já, glæsilega gert hjá Elsu og höldum við áfram að hafa komið af henni Agnesi Ýr Rósmundsdóttur úr Breiðablik. Hún er að taka 170 kíló. Agnes tók 157,5 kíló fyrstu lyftu. Hvað gerir hún hér? 170 kíló á stönginni. Já. Frábærlega gert hjá henni og en fær hana ekki dæmda gilda sem, við skulum sjá þetta aftur hérna. Já, þetta er nú ekki mikið upp á þessa lyftu hjá henni. Já, það kemur næst Þorbjörg Matthíasdóttir. Hún lyftir fyrir Stjörnuna, 175 kíló á stönginni. Hún tók 165 áðan, þetta er aukning 10 kíló. Sjáum hvað hún gerir. Þorbjörg í 84 plus flokki segi fór létt með 175 kíló en hvað gerir hún hérna núna með 10 kíló meira? Já. Þetta virkaði frekar þægilegt og það eru 3 já frá dómurunum. Já, glæsilega gert. Þá er komið að Kolbrúnu Kötlu Jónsdóttur. Hún tók 180 kíló í fyrstu lyftu áðan. Er núna að fara í 192,5. Kolbrún Katla úr Breiðablik í 84 plus flokki. Stöngin klár og þá er komið hérna að Kolbrúnu. Æja, 192,5 kíló, hvað gerir hún Kolbrún? Æja. Já, glæsileg lyfta og dæmt gild frá öllum dómurunum, frábært, algjörlega frábært. Kolbrún Katla að lyfta hérna 192,5 kíló og sjáum þetta aftur hérna, frábær lyfta hjá henni og þá er komið að Elvu Katrínu Ómarsdóttur. Hún er að taka 110 kíló, búin að lyfta 92,5, 102,5 og er hún að bæta við áfram 7,5 kílói upp í 110 kílóin. Þetta er alvöru þyngd hjá Elvu, hún keppir í mínus 63 kílógramma flokki, keppir hönd Breiðablik og stöngin klár fyrir hana. Við förum að skipta aftur hérna á Pallingóða. Já, þá er komið að Elvu. Elva Katrín Ómarsdóttir, hvað gerir hún hér við 110 kíló? Þetta er alvöru þyngd.
Já. Glæsilega gert og þetta að sjálfsögðu góð og gild lyfta. Sjáum þetta aftur hérna hjá Elfu. 110 kíló hjá henni. Já, sjáum þetta. Frábær lyfta og fagnar þessu vel, eðlilega. Þá næst Heiða Mist Kristjánsdóttir úr Stjörnunni. Hún að taka 127,5 kíló hérna í sinni þriðju lyftu. Það aukning 5 kíló frá annar lyftu hennar sem var 122,5. Þar áður tók hún 115 kíló. Stöngi klár fyrir Heiðu og hún kemur hér 127,5 kíló. Heiða keppir í mínus 63 kílógramma flokki og já, kveikir þessi salnum, ánægður með þetta. Já, rífur þetta upp og fær að sjálfsögðu 3, já. Frábærlega gert hjá Heiðu. Rífur upp hérna 127,5 kíló. Frábærlega gert. Og næst þá Heiðrún Frímannsdóttir. En Heiðrún keppir í KA. Hún að taka 130 kíló. Tók 110 í fyrstu lyftu, tók svo 120, þannig að það áfram bætingum 10 kíló hjá henni Heiðrúnu. Hér kemur Heiðrún. Lyftir fyrir KA. Já, gefur sér góðan tíma hérna í að klára að undirbúa sig fyrir lyftuna. Hvað gerir hún svo? Já, rykkir þessu upp hérna og fær, já, frá öllum dómurunum að sjálfsögðu og fagnar þessu vel og innilega. Þessi góður undirbúningur hjá henni og hún lyftir hérna 130 kíló alla 3 lyftunar hjá henni. Góðara gildar 110, 120 og 130 kíló. Þá næst á svið Halldóra Kristjánsdóttir. Hér kemur hún, lyftir fyrir Stjörnuna. Hún að taka 130 kíló hún Halldóra. Hún var með 115 í fyrstur lyftu, síðan 122,5. Það áfram aukningum 7,5 og þetta virkar frekar þægilegt. Sjáum hvernig hún ekki að halda þessu. Og það 2, já, sem nóg. Sjáum eftir Halldóru hérna. Ekki vera alveg stöðu hérna, en enga síður vel gert, virkilega vel gert og það 2, já, frá dómurunum góðum. Næst Harpa Rut Þorlaugsdóttir, hún lyfti fyrir KA. Harpa reynir aftur við 130 kílóin sem hún náði á loft áðan en fekk ekki gilda lyftuna. Tók 120 í fyrstu lyftu, sjáum hvort ná ekki að fá lyftuna góða gilda núna. og 30 kíló. Alvöru þyngd hérna, Harpa Rut. Já, þetta betra. Sjáum hvað situr hér. Æ, það aftur því miður sína alveg karakter að klára þyngdina en fær ekki
dæmda löglega lyftu. Þannig að hún er þá með þessi 120 kíló sem hún tók í fyrstu lyftu. En enga síður vel gert hjá Hörpu. Næst er þá Hulda Ósk Blöndal fyrir Breiðablik. Hún er að taka 140 kíló. Tók 122,5 í fyrstu og svo 132,5. Sjáhókir hérna með 140. Búin að vera rosalega snögg með sína lyftur. Gefur sér aðeins meiri tími í þetta núna. Já. Klára þetta. Og nei, hún fær hana ekki gilda. Alvöru karakter sem hún býtur á jaxlinn hérna og nær stönginu upp, en dómararnir dæma hana því miður ekki gilda, en enga síður alvöru karakter. Þá er komið að Margréti Lindu Kristjánsdóttur, hún lyfti fyrir Breiðablik. Hún er að taka 147,5 kíló. Margrét Linda búin að taka 125 kíló og svo 135. Þetta er aukning 12,5 kíló. Hér kemur hún. Margrét Linda. Já. Ekki vandræði með þetta. Frábærlega gert. Og hún fær þetta dæmt gilt. Sjáum þetta aftur hérna. Margrét Linda hvergi bangin segja hækkar 12,5 kíló fyrir þriðju og síðustu lyftinu og fyrir létt með þetta. Þá er næst á dagskrá Marja Líf Flosadóttir. Hún er að taka 150 kíló í hennar þriðju lyftu. Marja Líf búin að taka 130 og 145. Þetta er aukningu 5 kíló frá síðustu lyftu. Sjáum hvað hún gerir hérna. 150 kíló. Koma að keyra á þetta. Koma! Allt í þetta. Koma Marja. Gáð spenni í þetta. Koma svo. Ríf þetta upp. Koma Marja. Koma að klára þetta. Koma! Já, upp að þetta. Býtur á jaxlinn hérna að klára lyftuna. Bara stuðningur til dómararnir sé ekki örugglega sammála. Jú, góð og gilt lyfta. Frábærlega gert. Sjáum þetta aftur hérna. Já, sjáum þetta hvernig hún er að klára þetta á Marja. Virkilega vel gert og fær þetta dæmt gilt hérna. Þá er komið að henni Fjólu Kristínu Blandón. Fjóla Kristín búin að taka 142,5, 142,5 og svo núna 160 kíló í hennar síðustu lyftu. Þetta er aukning 7,5 kíló. Hér kemur Fjóla Kristín. Jæja, 160 kíló, já. Og það eru 3 já, klæsilegt. Sjáum þetta aftur hérna hjá henni. Fjóla Kristín lyfta hérna 160 kílóum í þriðju lyftu. Og þá er komið að Elsu Pálsdóttur. Hún er að reyna við 171,5 kíló. Og ef mér er ekki að skjáttlast þá er það tilraun til Íslandsmets. Já. Hún er að reyna við nýtt Íslandsmet. Íslandsmeti er 171 kíló og þetta er aukning 0,5 kíló. Elsa tók 165 kíló í síðustu lyftu.
Sjáum hvort hún ná að bæta Íslandsmetið. En hún keppir í mínus 76 kg flokki, en þetta er alvöru þyngd. Alveg vel rúmlega tvöföld líkamsþyngd hjá Elsu. Og hún fær að klappa veki fyrir henni. Eðlilega, en reynar þetta við nýtt Íslandsmet. 171,5 kg á stönginni. Elsa, hvað gerir hún hér? Tegur sér góðan tíma í að mótivera sig fyrir þessa lyftu. Ja. Hvað gerir Elsa? Nei, það vill ekki upp, en það klappa vel fyrir henni. Sjáum þetta aftur hérna, þetta var bara því miður. Ekki alveg að ganga, en hetjuleg barátta hjá henni. Og þá er næst hún Agnes Ýr Rósmundsdóttir. Hún fekk ekki gilda síðustu lyftu sem var 170 kg, en hún ákveður samt að hækka sig upp í 175 núna. Tók fyrstu lyftu 157,5 kg og fekk það dæmt gott og gilt. Sjáum hvað hún gerir hérna með 175 kg. Stöngin klár og Agnes Ýr Rósmundsdóttir hér að koma upp á svið. 175 kg. Jæja. Og bara spurði hvort að fá þetta dæmt gilt eða ekki. Og já, það eru tvö já og það er nóg. Frábærlega gert. Sjáum hérna lyftun aftur. Þarna sýndi hún alvöru karakter, fekk ekki dæmda lyftun áðan 170 kg. Þá bara hækkar hún upp í 175 og klárar það með glæsibrag. Vel gert og næst er þá Þorbjörg Matthíasdóttir úr Stjörnunni. Þau eru að taka 185 kg. Hún tók 165 í fyrstu lyftu, síðan 175, en það er áfram aukningu 10 kg. Stöngin klár. Þorbjörg Matthíasdóttir hér úr Stjörnunni. Hvað gerir hún hérna við 185 kg? Já, þetta virkar þægilegt og já, hún bara veit að þetta er góð og gild lyfta. Þetta sjáu, þetta voru engin vandræði hjá henni. Það rýfur hérna upp 185 kg. Glæsilega gert. Og þá er Kolbrún Katla Jónsdóttir að reyna við nýtt Íslandsmet, 200,5 kg. Sjáum hvað Kolbrún gerir. ,5 kg. Hún byrjaði 180, kláraði það glæsilega. Svo hækkaði hann upp í 192,5. Það var líka frekar þægilegt fyrir hana. Hækkar hana auka 8 kg.
Íslandsmetið er 200 kíló og hún verður að reyna hérna að setja nýtt Íslandsmet, 200,5 kíló. Hvað gerir Kolbrún? Kolbrún Katla Jónsdóttir. Klára þetta stelpa. Frábær lyfta og bara, já, það er nýtt Íslandsmet. Það er nýtt Íslandsmet. 200,5 kíló. Sjáum þetta aftur hjá henni. Frábærlega gert og klárum hérna fyrsta hol á 9 Íslandsmeti. Kolbrún Katla gerir þetta frábærlega, endar þá með 142,15 stig. Glæsilegt nýtt Íslandsmet, frábært, algjörlega frábært. Þá er klár fyrir kallana. Fyrstur hjá köllunum er Stefán Kári Arnþórsson. Stefán Kári er að taka í fyrstu lyftu 97,5 kíló. En hann keppir í mínus 66 kílógramma flokki. Sjáum hérna að það verður að gera pallin kláran og stöngina. Það er að þrífa hérna eftir þetta fyrsta hol. Margar frábærar lyftur sem við sáum hérna hjá stelpunum. Við kannski bara kíkjum örstuðt á lokastöðuna hjá stelpunum. Sjáum við hér. Höfum hana svona, hann ætla að sjáast nú. Þannig já, þetta er lokastaðan hjá stelpunum hérna. Já, það er allt klárt núna. Þannig að við gerum við þá klár í að strákarnir byrji. Stefán Kári Arnþórsson ríður á vaðið. Stöngin er klár og þá hefst niðurtalningin. Stefán Kári Arnþórsson kemur hér. Eins og ég segi, hann keppir í mínus 66 kílógramma flokki og er að reyna hérna við 97,5 kíló og þetta er ekki neitt vandamál fyrir hann. Frábær lyfta og hún dæmda sjálfsögðu gild. Hún tók sér stuttan tíma í þetta, bara einfalt, hann var bara stönginu og rífar hann upp og búið. Glæsilega gert hjá Stefáni Kára. Og næstur er Guðmundur Logi Ólafsson. Guðmundur Logi
að reyna við 105 kíló hér í hans fyrstu lyftu. Stöngin klár. Eða nei, fyrirgefið. Á eftir að dusta af henni. Já, Guðmundur Logi í mínus 74 kilogram flokki. Reynir þetta við 105 kíló. Og já, rífur þetta upp og það að sjálfsögðu 3 já. Stendur vel gleitt hérna og rífur þessi 105 kíló upp eins og ekkert sé. Þá næstur Hrannar Ingi Óttarsson úr Káa. Hann að taka 200 kíló í sinni fyrstu lyftu. 200 kíló. En Hrannar Ingi, hann keppir í mínus 74 kilogramma flokki. Hrannar Ingi fæddur 1998. Stöngin klár fyrir Hrannar. Hér kemur Hrannar, lyftir fyrir Káa. Já, frábær lyfta hjá honum og það að sjálfsögðu 3 hvít, já. Hrannar Ingi, sjáum við eftir hérna. Þessi fínan tími í þetta og rífur svo stönginu upp 200 kíló. Vel gert. Næstur þá Arnór Gauti Haraldsson. Hann að lyfta fyrir Stjörnuna. Hann að reyna hérna við 215 kíló. Stöngin klár fyrir hann Arnór. Arnór Gauti keppir í mínus 93 kilogramma flokki. $215 kíló, hvað gerir hann hér? Já. Frábær lyfta hjá Arnóri og það eru 3 hvít, já. Sjáum þetta aftur þetta. Já, glæsileg lyfta og þá næstur Alexander Pétur Kristjánsson. Alexander lyftir fyrir Stjörnuna og hann að byrja í 217,5 kílói. Keppir í mínus 83 kilogramma flokki. Alexander, já, rífur þetta upp. Og það eru 3 já, að sjálfsögðu. Sjáum aftur þetta. Alexander Pétur að lyfta hérna 217,5 kílói og gerir það glæsilega. Þá næstur Helgi Kristberg Ólafsson. Hann að reyna hérna við 220 kíló í sinni fyrstu lyftu. Mjög rólegt á uppbytunarsvæðinu. Hann eitthvað að kíkja getum tjaldið á svona. Eðlilega. En hér kemur Helgi Kristberg. Allt klárt fyrir hann, 220 kíló.
Já. Hæsileg lyfta og það gott að gælt hjá honum. Sjáum hérna Helgi Kristberg Ólafsson 220 kíló hérna á loft. Frábælega gert hjá honum og þá næstur Alexander Jóhannsson. Hann einnig með 220 kíló. Alexander í mínus 105 kílógramma flokki. Lyftir fyrir Breiðablik. Jæja, sjáum hvað Alexander gerir hér. Já, þetta virkaði ekki flókið fyrir hann. Rífur þetta upp og fær strax 3 hvít. Glæsilegt, algjörlega glæsilegt hjá Alexander. Og hann þá komið með góða gilda fyrstu lyftu. Næstur þá Róbert Guðbrandsson úr Breiðablik. Hann keppir í 120 plus flokknum og hann ætlar að byrja í 230 kílóum. Stöngin klár fyrir Róbert og hér kemur Róbert 230 kíló. Sjáum hvað hann gerir hér. Róbert í 120 plus flokknum. Hann reynir hérna við 230 kíló og já. Rífur upp og þetta virkaði freka þægilegt fyrir hann og fær að sjálfsögðu 3 hvít. Sjáum þetta aftur hvernig Róbert höndlar þessi 230 kíló. Já, virkilega vel gert og þá komið að Konráð Jóel Jónasinni. Sjáum aftur svona smá yfirliti yfir uppbytunarsvæði, menn eru greinilega bara búnar að heita vel upp og eru bara klárir í sínar lyftur. Eins og næstur Konráð Jóel Jónasson úr Stjörnunni. Hann í mínus 93 kílógramma flokki og reynir hér við 235 kíló. Hér kemur hann upp á pallinn. Já. Frábælega gert hjá Konráð. Og það að sjálfsögðu 3 hvít. Sjáum aftur hérna lyftuna hjá Konráð. 235 kíló sem hann rífur hér á loft. Virkilega vel gert. Og þá komið að Andra Páli Ásgeirsinni. Andri Páll Ásgeirsson að reyna við 242,5 kíló. Keppir í mínus 120 gramma flokki og lyftir fyrir Stjörnuna. Þannig að þetta rúmlega 2-föld líkasþyngd hans sem hann að reyna hér við í sinni fyrstu lyftu. Andri Páll gerir sig kláran hérna. Og hér fer hann af stað. Já. Frábælega gert. Gaf sér góðan tími í þetta og klárar þetta svo sannfærandi. Sjáum þetta aftur hérna. Gefur sér góðan tíma. Finnur svo rétta stöðu og klárar þetta virkilega vel. Og þá næstur Þorvaldur Hafsteinsson. Hann að taka hérna 245 kíló. Keppir í mínus 93 kílógramma flokki.
Þannig að þetta ansi mikil markvöldun og hans líka stingt. Hérna kemur Þorvaldur, hans fyrsta lyfta í dag, 245 kíló. Hér kemur Þorvaldur og já, frábær lyfta hjá honum og það eru 3 hvít bara undir eins. Enda frábær lyfta hjá honum. Sjáum þetta aftur, hvernig Þorvaldur ber sig að hérna og kemur þessum 245 kílóum upp, eða bara eins og ekkert sé. Klæsilegt. Sjáum aftur hérna smá yfirlit yfir uppbytunarsvæði. Það er rólegt yfir keppindu þar núna. En næstur á dagskrá er Guðfinnur Snær Magnússon. Hann er að taka 275 kíló hér. Guðfinnur keppir fyrir Breiðablik í 120 plus flokknum. Guðfinnur Snær hérna, já. Frábær lyfta hjá honum. Þetta virkaði frekar þægilegt. Það er að sjálfsögðu 3 hvít. Sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Guðfinnur. Rífur þetta upp eins og ekkert sé, 275 kíló hjá honum. Þá er næstur Þorsteinn Ægir Óttarsson. Hann lyfti fyrir Káa og er að taka 282,5 kíló. Hann er að keppa í 120 plus flokknum. Var mældur 121,9 kíló áðan. Hann er rétt yfir tölunni sem að skera á milli hvort að það sé 120 plus eða mínus. En sjáum hvað Þorsteinn gerir hér. 282,5 kíló. Heimamaðurinn í Káa, hann Þorsteinn Ægir. Já, hér fyrir Þorsteinn að stað og þetta lítur vel út. Já. Það er að sjálfsögðu 3 hvít. Fara hápalega gert hjá Þorsteini. Heimamaðurinn. Já, frábælega gert hjá honum. Og hann var komið að Stefáni Kára Arnþórsinni. Hans önnur lyfta. Hann tók 97,5 kíló áðan. Og reynir það núna við 102,5. Já. Þá er stöngin klár fyrir Stefán Kára. Segir Stefán Kári, hann er sjálfur 64,85 kíló. Reynir núna við 102,5. Ríður að vaðið hjá köllunum og er núna fyrstur í annari umferð einnig að sjálfsögðu. Og hvað gerir Stefán Kári? Já, frábælega gert. Alvöru tækni hjá honum. Og Stefán Kári ekki lengi að þessu. Sjáum þetta aftur hérna. Búinn að lyfta það núna 97,5 og núna 102,5. Mjög sannfærandi í sínum aðgerðum. Þá er komið að Guðmundi Loga Ólafssyni. Guðmundur Logi, hann tók 105 kíló í fyrstu lyftu. Núna reynir hann við 115. Keppir í mínus 74 kílógramma flokki. Hvað gerir Guðmundur Logi hér? Sendur
áfram vel gleitt og fer létt með þetta. Frábærlega gert hjá Guðmundi Loga og það góð og gill lyfta. Virkilega góð fótastaða hjá Guðmundi og gefur sig góðan tími í þetta og klárar svo lyftuna frábærlega. Þá komið að Hrannari Inga Óttarsinni. Hrannar lyfti fyrir Káa, heimamaður, og að taka 210 kíló hér. En Hrannar keppa í mínus 74 kílógramma flokki. Tók 200 í fyrstu lyftu og núna að reyna við 210. Lyftir fyrir Káa. Hrannar Ingi komið hér upp á pall. Já. Glæsilega gert hjá honum og það 3 já að sjálfsögðu. Sjáum aftur hvernig Hrannar Ingi ber sig hérna með 210 kílóin. Heimmaðurinn úr Káa. Þetta gerir hann virkilega vel. 200 og svo 210 kíló á loft hjá honum og þá komið að Arnóri Gauta Haraldsinni. Arnór Gauti að reyna við 225 kíló, var með 215 áðan. Lyftir fyrir Stjörnuna, þetta aukning 10 kíló. Arnór Gauti, já. Frábærlega gert hjá honum og þetta var afar samfærandi. 225 kíló, sjáum þetta aftur hérna hjá honum Arnóri. Glæsileg lyfta. Þá næstur Alexander Pétur Kristjánsson úr Stjörnunni. Hann tók 217,5 kíló í fyrstu lyftu, nú reynir hann við 230. En hann keppir í mínus 83 kílógramma flokki. Stöngin klár fyrir hann, þannig að hér kemur Alexander Pétur. Hvað gerir Alexander? Já, rífur þetta upp og þetta virkaði fyrir ykkar. Góð lyfta, já, það 3 hvít að sjálfsögðu. Alexander Pétur þá komið með 217,5 og svo núna 230 kíló. Það ætti að gefa þokkalega í stigum. Vel gert hjá honum. Þá næstur Helgi Kristberg Ólafsson. Helgi tók 220 í fyrstu lyftu, núna hann að taka 230. Kemur Helgi. Já. Sendur vel gleitt og já. Þetta vel gert hjá honum og það góð og gill lyfta, 3 hvít. Sjáum aftur hérna hvernig hann ber sig að hérna Helgi. Klárar hérna 230 kíló. Glæsilegt, algjörlega glæsilegt. Þá komið Alexander Jóhannesinni. Alexander lyfti hér í Breiðablik og hér að reyna við 240 kíló. Það aukning 20 kíló frá fyrstu lyftu sem var 220 hjá honum. En hann keppir í mínus 105 kílógramma flokki. Greinilega með viktina alveg að hreina því hann var akkurat 105 kíló. Það var viktar í morgun. Það heitir að fullnýta sinn flokk, vel gert. Hér kemur Alexander Jóhannsson, 240 kíló.
Já. Þetta lítur virkilega vel út hjá honum og það að sjálfsögðu 3 já. ...240 kíló hérna sem Alexander tekur og fer bara létt með þetta. Glæsileg lyfta. Þá næstur Konráð Jóel Jónasson. Hann taka 245 kíló. Það aukning 10 kíló frá því áðan. Þegar hann tók 235. En hann lyftir fyrir Stjörnuna og keppir í mínus 93 kílógramma flokki. Hér kemur Konráð. Og sjáið þetta flott lyfta hjá Konráð og það að sjálfsögðu 3 já. Það þarf ekki að kíkja. Sjáum þetta aftur hérna frábær lyfta hjá Konráð sem að það komið 235 og svona 245 kíló. Og næstur Róbert Guðbrandsson. En Róbert tók 230 kíló áðan, núna reynar við 250, þetta aukningu var 20 kíló. Róbert að reyna hérna við tvöfalda líkamsþyngd, en hann 125 kíló sjálfur. Lyfti fyrir Breiðablik, sjáum hvað Róbert gerir hér. Já, þetta lítur vel út hjá honum, já. Og fær 3 já, glæsilega gert hjá honum. Gefur sér góðan tími í þetta og nær að klára þessa lyftu. Vel gert, virkilega vel gert. Þá næstur Andri Páll Ásgeirsson. En Andri tók 242,5 kíló áðan, nú reynir hann við 255 kíló. Keppir í mínus 120 kílógram flokki. Og stöngin klár fyrir hann hér. Hér kemur Andri Páll. Keppir fyrir Stjörnuna. Svo segir reynir hefur 255 kíló. Og hér fyrir hann að stað. Já, kláraði þetta, kláraði þetta. Já, og það eru 3 já, það sjálfsögðu. Gaf sér góðan tími í þetta og klárar virkilega vel, 255 kíló. Glæsilega gert hjá Andra Páli. Þá næstur Þorvaldur Hafsteinsson. Þorvaldur að reyna við 265 kíló. Þorvaldur tók 245 kíló í sinni fyrstu lyftu. Þetta aukning 20 kíló. Sjáum hvað hann gerir hérna. Já, þetta lítur vel út hjá honum og já, 3 já að sjálfsögðu. Hann fagnar þessu vel og innilega, eðlilega. 265 kíló loft hérna og
en eru allar lyftnar hjá strákunum góðar að gildar. Vel gert, virkilega vel gert. Næstur Guðfinnur Snær Magnússon, hann lyfti fyrir Breiðablik og ætlar hér að fara í 290 kíló. Það aukning 15 kíló frá því áðan þegar hann lyfti 275 kílóum. Stöngin klár og Guðfinnur kemur hér í mynd. Sjáum hvað hann gerir hér, hann Guðfinnur Snær. 290 kíló og þetta gerði hann eins og þetta væri ekkert, frábærlega gert hjá honum. Það að sjálfsögðu 3 hvít, aldrei spurning þannig. Og Guðfinnur Snær þá komið með 290 kíló. Til viðbætar við þeir 275 sem hann tók á hann. Næstur þá Þorsteinn Ægir Óttarsson. Þorsteinn Ægir að reyna við 302,5 kíló. Aukningum 20 frá því áðan. En Þorsteinn Ægir keppir að lyftir fyrir Káa. Heimaður, Þorsteinn tók 282,5 áðan. Þetta aukningum 20 kíló. Og hérna komin þá yfir 300 kíló. Sjáum hvað hann gerir. Við erum að undirbúa stöngina, kíkjum þá aðeins á uppbytunarsvæðið. Það smá líf í salinu núna. Stöngin klár. Þá kemur Þorsteinn Ægir. Lyftir fyrir Káa, 302,5 kíló á stönginni. Hvað gerir Þorsteinn hér? Já, glæsileg lyfta og þetta að sjálfsögðu 3 já hjá honum. 302,5 kíló hjá Þorsteini Ægi. Glæsilegt, algjörlega glæsilegt. Og hann klárar þá hérna aðra umferð með glæsibrag. Næstur Stefán Kári Arnþórsson. Hann að fara í sína 3. og síðustu lyftur og ætlar að reyna hér við 107,5 kíló. Stefán Kári búinn að taka 97,5, 102,5 og heldur áfram með að bæta við 5 kílóum. Reynir það núna við 107,5 kíló. Stöngin klár og Stefán Kári, hans síðasta lyft í dag. Byrjum hérna 3. umferðina hér í öðru holli. Stefán Kári búinn að vera mjög samfærandi og heldur því áfram hérna, frábær lyfta. Og það að sjálfsögðu 3 hvít, nei, það 2 hvít, það er nóg. Það fær 1 rautt, en það skiptir ekki öllu. Hann fær lyftuna að gilda. Já, flott lyfta hjá honum og Stefán Kári enda þá með allar sína 3 lyftur löglegar og hans hæsta þyngd hérna 107,5 kíló. Næstur Guðmundur Logi Ólafsson. Hann að taka 122,5 kíló hér í sinni 3. og síðustu lyftu. Tók fyrst 105, síðan 115 og bætir núna við 7,5 kílói. Hér kemur hann, fylgist með fótastöðunni hjá honum. Stendur mjög gleitt strákurinn og mikinn styrk í löpunum. Og fer létt með þetta glæsilegu Guðmundur. 122,5 kíló og fær 3 hvít. Sjáum þetta aftur hérna.
En þá er komið að öðrum heimamanni. Það er hann Hrannar Ingi Óttarsson. Segir lyfti fyrir KA, keppir í mínus 74 kg flokki og ætlar hér að taka 225 kg. Það er aukning 15 kg frá því áðan. Hann er búinn að taka 200 og svo 210 kg. Lyftir fyrir KA hann Hrannar. Hér kemur hann upp á pallinn. Hrannar Ingi. Já, kláraði þetta. Og fær hann að gilda 2 hvít. Það er nóg. Og hann endar því 225 kg glæsilega gert hjá Hrannari. Næstur á dagskrá er þá Arnór Gauti Haraldsson. En Arnór lyftir fyrir Stjörnuna. En Arnór Gauti er hér að reyna við 235 kg. Tók fyrst 215, svo 225. Heldur áfram að bæta við 10 kg. 235 kg á stönginni. Arnór Gauti. Keppir í mínus 93 kg flokki. Og hvað gerir hann hér? Já, upp með þetta. Já, flottur. Og það er 3 hvít að sjálfsögðu. Sjáum þetta aftur hérna. Flott lyfta hjá honum. Og já, 3 hvít, það er glæsilegt og hann endar því 235 kg. Sjáum að núna er alltaf frekar rólegt á uppbytunarsvæðinu. Enda annað hólf að klára sína síðustu lyftur. En næstur er Alexander Pétur Kristjánsson. Alexander Pétur er við 240 kg. Það er aukning 10 frá því áðan, hérna tók 230, já. Alexander Pétur kemur hér, já, kláraði þetta drengur, kláraði þetta, já. Alvöru karakter í honum og nærna rétt úr sér, já. Alvöru karakter í honum en já. Því miður þá fær hann ekki dæmt þessa lyftu gilda en þetta var alvöru karakter að fylgjast með honum. Sjá, hann er ekki alveg að rétta ammæli úr sér. En enga síður frábær tilraun hjá honum en hann er þá með fyrstu 2 lyftur gildar og góðar sem voru þá 217,5 kg og 230. En þá er næstur Helgi Kristberg Ólafsson, hann reyna við 240 kg. Heldur áfram að bæta við 10 kg, hann var með 220 fyrst og svo 230. Hvernig reiðar hann af með 240 kg. Sjáum hvað gerir hér, Helgi. Nei, hann nærði ekki. Enga síður gott dagsverk hjá honum. Næstur er þá Konráð Jóel Jónasson úr Stjörnunni. Hann reynir við 255 kg. Búinn að taka 235 og 245. Spurningan hún reiðar af hérna með 255 kg í hans loka lyftu.
Stöngin er klár og þá erum við klár hérna í að fylgjast með lokaliftunni hjá Konráð Jóel Jónasson. Já, hérna fyrir hann að stað og þetta virkar ansi gott hjá honum og fær 2 já. Það er gild lifta hjá honum. Sjáum Alexander aftur hérna, nei, Konráð fyrir ekki. Klárar hérna 255 kíló. Glæsilegt. En þá er næstur Alexander Jóhansson, hann er hérna við 255 kíló. En Alexander lifti fyrir Breiðablik, hann er búinn að taka 220 og svo 240. Þannig að hérna er hann að bæta við að auka 15 kílum ofan á síðustu liftu. Sjáum hvað Alexander gerir hér, 255 kíló. Hann er búinn að vera mjög sannfærandi í fyrstu 2 liftunum. Hvað gerir hann í þeirri 3. og síðustu? Kveikir hans í salnum. Já. Sjáum hvað hann gerir hérna. Alexander Jóhansson, 255 kíló. Já. Kláraði þetta, drengur, kláraði þetta. Já. Nú er bara spurning, hvað segja dómararnir, hvað segja... Já. Það eru 3 já. Frábær lifta hjá hann og sjáum þetta, hvernig hann nær að klára þetta. Það er að býta heldur betur í axlinn hana til að klára þessa liftu. En fær svo 3 já hjá hann, dómarunum. Alexander Jóhansson fagnar þessu vel og innilega. Eðlilega. Næstur á dagskrá er svo Andri Páll Ásgeirsson. Hann lyfti fyrir Stjörnuna og ætlar að taka hér 260 kíló. En hann tók 242,5 í fyrstu lyftu. Síðan fór hann í 255 og ætlar svo að hérna reyna að lokum við 260 kíló. Það er aðeins verið að fara yfir stöngina. En hún sýnst að vera orðin klár. Þannig að þá skiptum við aftur yfir á pallinn góða. Andri Páll Ásgeirsson. Hans loka lifta, 260 kíló. Hvað gerir Andri hér? Aukningum 5 kíló frá því áðan. Nær hann 260 kílóum. Hér kemur Andri, fer á stað hérna og þetta, já, hann er að klára þetta. Virkaði góð og gild lifta fyrir mér, já, 3 já. Glæsilegt, algjörlega glæsilegt. 260 kíló sem að klára hérna, sjáum þetta aftur hérna. Þetta er alvöru þyngd og hann klárar hérna glæsilega og fagnar þessu eðlilega vel og innilega. Næstur á dagskrá er Róbert Guðbrandsson úr Breiðablik. Hann er að reyna við 265 kíló. Róbert tók 230 kíló fyrstu lyftu, síðan tók 250. Þannig að þetta er aukningum 15 kíló í viðbót, 265 kíló. Hér kemur hann. Sjáum hvað Róbert gerir.
265 kíló á stönginni. Alveg stemning í salnum. Sjáum hvað Róbert gerir. Já. Nei, það vill ekki. En þakka fyrir stuðninginn. Já, flott barátta hjá honum. En næstur á dagskrá Þorvaldur Hafsteinsson. Hann að fara í 270 kíló. En Þorvaldur tók 245 kíló í fyrstu lyftu, síðan tók 265 kíló og þá núna að bæta við auka 5 kílóum ofan á síðustu lyftu. Sjáum hvernig hann reiðir af. Stöngin klár fyrir hann Þorvald Hafsteinsson og hér kemur hann 270 kíló. Aukningum 5 kíló frá því áðan. Og já, frábærlega gert hjá honum og það eru 2 já, þetta er góð og gill lyfta, glæsilegt. Það fagnar þessu vel og innilega, eðlilega, endar hérna á 270 kílóum. Já, glæsilegt hjá Þorvaldi. Þá næstur Guðfinnur Snær Magnússon úr Breiðablik. Hann að reyna við 310 kíló. Guðfinnur Snær byrjar á 275 kílóum, fer síðan í 290 og endar svo hérna á 310 kílóum. En já, Guðfinnur keppir í 120 plus flokknum og reynir hér við 310 kíló. Sjáum hvað hann gerir hérna. Hann var mjög samfærandi með 290 kílóin. Auka 20 kíló á stönginni. Já, þetta byrja vel allavega hjá honum. Já. Frábærlega gert. Það eru 2 já, þetta er góð og gill lyfta. Glæsilegt. Guðfinnur Snær þá með allar 3 lyfturnar. Löglegar og endar þá í 310 kílóum. Næstur þá Þorsteinn Ægir Óttarsson úr Káa. Þorsteinn ætlar einnig í 310 kíló, en hann tók 302,5 kíló áðan. Stöngin klár fyrir Þorsteinn og nei, fyrirgefið, hann gerir breyting á Þorsteinn. Hann bætir við 2,5 kíló, þá farið 312,5 kíló. Já, það er alveg karakter í honum. Sér náttúrulega Guðfinnur Snær náði 310 áðan og Þorsteinn ætlar þá að reyna að bæta hans þyngd. Þeir keppa í sama þyngdarflokki, 120 plus. 312,5 kíló. Þetta er loka lyftan í þessum flokki. Sjáum hvað heimamaðurinn Þorsteinn Ægir Óttarsson
Lyftir fyrir Káa. Hvað gerir hann hér? 312,5 kíló. Þetta er alvöru þyngd sem gæðin að reyna við hérna. Og Þorsteinn, já, kláraði þetta drengur, kláraði þetta. Já. Hvað segja dómararnir? Já, 3 já. Og sjáum hérna Þorsteinn Ægi kláraði þessi 312,5 kíló aftur. Ákaflega sannfærandi. Glæsilegt, algjörlega glæsilegt hjá honum. Og Þorsteinn Ægir er þá að enda með 130,95 stig. Allar þrjár riftuna góðar hjá honum, 282,5 kíló, 302,5 og 312,5 kíló. Glæsilega gert hjá honum. Þá tökum við smá pása, til að við undirbókum fyrir næsta hol. Þriðja hol framöndan. Tökum við smá pásu með undirbókum fyrir þriðja holið.
Já, þá erum við að vera klár fyrir þriðja hol. Fyrstur á stokk er hann Andri Fannar Ottósson, KFR. En Andri Fannar keppir í mínus 93 kg flokki og mun byrja í 170 kg. Alltaf verða klárt fyrir þriðja hol hér í dag. Margar glæsilega lyftur komnar. En við eigum ennþá eftir hol 3 og 4. Svo minni ég á að á morgun er svo sumarmót LSI og KA í ólympísku lyftingum. Það byrjar kl. 11 á morgun og verður einnig í beinni á KA TV. Þannig að það er nóg framundan hérna í kraftlyftingunum hjá okkur. En hérna kemur Andri Fannar til leiks. Hans fyrsta lyfta 170 kg. Og já, þetta var ansi samfærandi hjá honum. Andri Fannar fær 3 hvít. Það er sjálfsögðu. Sjáum við aftur hérna hjá honum. Þessi vel hérna Andri Fannar og klárar þetta virkilega vel. Þá er næstur Flosi Jónsson úr KFA. En hann er að taka 170 kg hér í fyrstu lyftu. Flosi keppir í mínus 105 kg flokki. Glæsilegu fættur 1954. Grjótharður. Og já. Rífur þetta upp hann Flosi og þetta er glæsileg lyfta. Og það eru, hvað segir dómararnir? Já, það eru 3 já. Þetta glimti dómarinn sér að gefa svar. Þetta var að sjálfsögðu Flosi segir fættur 1954. Þannig að hann er 70 á árinu. Virkilega vel gert að lyfta 170 kg í fyrstu lyftu. En þá kemur Hans Elias Robertsson, 180 kg í honum á stönginni. Og Hans, já. Virkilega vel gert í honum og það eru væntanlega 3 já. Sjáum þetta alltaf aftur hérna hjá honum. Það er eitthvað smá bras á dómarunum. Hann fær 3 já. Glæsileg lyfta hjá honum. Það var eitthvað skipting á dómarunum og nú þarf þeir aðeins að koma sér aftur í stand. Það vera fljótir að gefa sinn dóm. En þá er næstur Hörður Birkisson. Keppir í mínus 74 kg flokki. Byrjar hér á 180 kg. Sjáum hvað Hörður gerir. Og Hörður, rífur þetta upp og glæsileg lyfta 3 hvít. Hörður er fæddur 1958. Og hann er þá 66 ára gamall. Glæsileg lyfta. Og við erum létt með þetta. Og næstur Sturla Ólafsson. En Sturla er að taka 200 kg hérna í sinni fyrstu lyftu. Sjáum hvað Sturla gerir. Hér mætir hann til leiks. 200 kg á stönginni. Og
Hann rífur þetta upp og þetta vantarlega 3, jú, 3 hvít. Sjáum Sturlu eftir hérna, virkilega flott lyfta hjá honum, klárar þetta afar vel. Glæsilegt 200 kíló í fyrstu lyftu. Þá næstur Guðbjartur Jón Einarsson, kíkjum örlítið, sjáum að það er lítið líf núna á uppbytunumsvæðinu. Þá kíkjum við aftur á Pallingóða sem er að vera klár. Guðbjartur Jón Einarsson, reyna 205 kíló. Guðbjartur lyfti fyrir KFR í 120 plus flokki. Sjáum hvað Guðbjartur gerir. Já, glæsileg lyfta og sjáum hann aftur hérna. 3 hvít að sjálfsögðu. Sjáum hann aftur hérna, rífur þetta upp og aldrei vafið hérna. Egill Hrafn Benediktsson er það næstur, 210 kíló, hann lyfti fyrir Breiðablik. Hér kemur Egill Hrafn. Í mínus 120 kílógramma flokki. Og þetta var virkilega vel gert hjá honum og það eru væntanlega 3 hvít, myndi ég reikna með. Já, það eru 3 hvít. Það er tekníklega að stríða einum dómara hérna hjá okkur. En þetta var aldrei spurning hjá Agli hérna. Næstur er það Gilbert Prins. Hann lyfti fyrir KFR. Gilbert er að taka hérna 220 kíló, en hann keppir í mínus 105 kílógramma flokki. Mældist akkurat 105 kíló. Það er vel gert. Hérna kemur Gilbert Prins. Og já, rífur þetta á loft og þetta ætti ekki að vera nein spurning. Já, 3 hvít. Glæsilegt, frábær lyfta hjá honum og aldrei spurning þarna. Sjáum við aftur hérna, rífur þetta á loft. En næstur er þá Bjarki Þór Sigurðsson. En Bjarki er að reyna við 230 kíló. En Bjarki keppir í mínus 105 kílógramma flokki. Mældist 104,9. Sjáum við það að menn eru með þyngdina alveg upp á 10 hjá sér. Alveg eru fagmenn. En hér kemur Bjarki. Bjarki fæddur 1973. Það er hérna við 230 kíló. Já. Þetta var vel gert hjá honum og það eru 3 hvít að sjálfsögðu. Gildlyfta hjá honum. Sjáum þetta aftur hérna. Já, glæsileg lyfta og þá er komið að Róberti Kjaran Ragnarsinni. En Róbert er að byrja í 240 kílóum, lyfti fyrir Breiðablik í mínus 105 kílógramma flokki. Róbert Kjaran fæddur 91. Sjáum hvað hann gerir hérna. 240 kíló, þetta er
alveg vel rúmlega tvöföld hans líkamsþyngd. Og já. Þetta virkaði frekar þægilegt fyrir hann og það eru 3 hvít að sjálfsögðu. Sjáum þetta aftur hérna Bersega hérna, hann Robert. Virkilega sannfærandi í þessari lyftu, hann Robert. En næstur er Ari Kárason úr KFR. Einnig með 240 kíló. Ari fæddur 1971 og keppir í mínus 105 kg flokki. Stengið klár fyrir hann og hann er mættur hérna upp á pallinn. Ari, hvað gerir Ari? Já. Og hvað segja dómararnir? Já, 3 hvít, það hefði gildlyfta, vel gert. Þá sjáum við þetta hérna aftur hjá honum. Smá erfiðleikum við byrjunina en svo klárar hann þetta virkilega vel og tekur hérna 240 kíló í fyrstu lyftu. Næstur er Hjálmar Andrésson en Hjálmar er að byrja í 245 kílóum. Hann er líka í mínus 105 kg flokki. En Hjálmar lyftir fyrir Breiðablik. Sjáum hvað Hjálmar gerir. Hér kemur Hjálmar. Og rífur þetta upp og það eru væntanlega 3 hvít. Já, það eru 3 hvít. Glæsilegt. Sjáum við aftur hérna hjá Hjálmari. Glæsileg lyfta. Og það fer vel að stað hérna í holli 3. Þá er Edvard Lár næstur. En Edvard lyfti fyrir KFA. Það byrjar í 245 kílóum. Já, það er áfram verulega rólegt hérna yfir uppbytunarsvæðinu. Þannig að við skulum bara hafa myndavélina hérna á pallinum. Þetta er Edvard mættur á svæði hérna, 245 kíló. Keppir í mínus 120 kg flokki. Já. Þetta virkaði ekki flóki fyrir hann og þetta hljóta að vera 3. Já, jú. Skítlétt eins og kynnirinn segir. Sjáum þetta aftur hérna. Edvard Lár. Já. Rífur þetta upp. Glæsilega gert hjá honum. Þá mættur næstur Guðfinnur Snær Magnússon úr Breiðablik. Hann er að taka 295 kíló. Hann keppir í 120 plus flokknum. 295 kíló. Hans fyrsta þyngd. Hann var nú líka í flokki 2 áðan. Á endanum 310, spurningum það sé ekki ennþá funheitur. Já, glæsilegur. Og það er 3 hvít að sjálfsögðu, 295 kíló. Eins og hann keppti í holli 2 áðan líka, þar tók hann 3 góðar gildalyftur. Endaði þar í 310 kíló, það er spurningum það nái að taka 3 fleiri góða lyftur, allavega þessu fyrsta hér í holli 3 hjá honum, góða gild.
Þá næstur Andri Fannar Ottosson. Andri Fannar hann tók 170 kíló í fyrstu lyftu. Núna komið að lyftu með 2 hjá honum, 185 kíló. Hér hann að bæta við 15 kílóum. Hann var mjög sannfærandi í fyrstu lyftu. Hvað gerir hann núna? Já, þetta ekkert mál fyrir hann. Og Andri Fannar fær vantanlega 3 já. Sjá hann allavega aftur lyftuna. Já, það 3 já. En bara glæsilegt. Glæsilegt, 3 hvít hjá Andra og þá komið að Herði Birkisinni. Hörður hann hefur 190 kíló að 10 kílógramma aukning frá því áðan. Hörður þessi fæddur 1958 og rífur þetta upp að sjálfsögðu og það 3 hvít. Glæsileg lyfta hjá honum. Það góð og gild lyfta. Já, þá komið að Flosa Jónssoni. Hann setti nýtt Íslandsmet áðan og ætlar að bæta það enn frekar. Hún að reyna við 190 kíló. En Flosi fæddur 1954. Hann 70 á árinu. Þekki hvort hann sé búinn að eiga afmæli eða ekki. En það 190 kíló á stönginni. Hvað gerir Flosi? Rífur þetta upp. Og bara spurning ekki góð og gett lyfta. Jú, 3 hvít. Það nýtt Íslandsmet. Flosi. Glæsilegur, keppir þetta í mínus 105 kg flokki og komið 190 kíló. Hrikalega flottur. Þá næstur Hans Elias Robertsson. En Hans hann hefði þetta við 200 kíló. Tók 180 áðan. Þetta aukning 20 kíló. Var mjög sannfærandi áðan. Hvað gerir hann hérna? Já. Snöggur að þessu. Og það vantalega 3 já. Jú, 3 hvít. Glæsileg góð lyfta hjá Hans. Já, hann svo snöggur að þessu. Hann ekki sem komin í mynd til að byrja endursýninguna. Já, frábælega gert hjá Hans Eliasi. Þá næstur Sturla Ólafsson með 215 kíló. En Sturla tók 200 kíló áðan. Þetta aukning 15 kíló. Já, Sturla var mjög sannfærandi áðan. 15 kíló bæst við. Hvað gerir hann hér? Já, þetta lítur vel út og það 3 hvít, góð og gild lyfta, glæsilega gert hjá honum. Sturla Ólafsson komið hann með 215 kíló á loft hérna. Sjáum þetta aftur, frábælega gert hjá honum. Þetta rífur vel í en það þetta 215 kíló en Sturla klárar þetta. Næstur það Guðbjartur Jón Einarsson. Hvað gerir Guðbjartur? Hann að taka hérna 225 kíló. Það aukning 20 kíló frá því áðan. Hann tók 205 kíló í hans fyrstu lyftu. Sjáum. Það áfram frekar rólegt yfir uppbytunarsvæðinu. Einhverju komið bara í boltaleik og eitthvað stemningu. Ja, þá
stöngin klár fyrir Guðbjart. Hér kemur hann, þessi Guðbjartur lyfti fyrir KFR, er í 120 plus flokknum og er hérna að reyna við 225 kíló. Já, glæsilegur og þetta er nú væntanlega góð og gild lyfta. Jújú, 3 hvít, frábærlega gert hjá honum. Sjáum Guðbart hérna. Lyftir hérna 225 kílóum og báðar lyftunar til þessa gildar hjá honum. Frábært. Þá er næstur Egill Hrafn Benediktsson. En Egill er að reyna við 230 kíló, tók 210 áðan. Egill lyftir fyrir Breiðablik. Sjáum hvað hann gerir hér. Já, hann stendur vel gleitt hérna og eins og var sannfærandi áðan. Hvað gerir hann hérna eftir? Já, þetta lítur vel út. Kláraði bakkjaður, já. Og nei, hann var í smá vandræði með að klára lokastöðuna þarna. Sjáum þetta aftur hérna, hann fær 1 hvítt en 2 rauð, þannig að þetta var ekki gild lyfta. Sjá hérna, það er smá brans á hann hérna að klára lyftuna og því fór sem fór, en enga síður góð tilraun. Þá er næstur Gilbert Prins. Gilbert var gríðarlega sannfærandi í fyrstu lyftu sem hann tók 220 kíló. Nú er hann búinn að bæta við 20 kíló í viðbót, 240 á stönginni. Hér kemur Gilbert. Lyftir fyrir KFR. Sjáum hvað hann gerir hérna. Já, áfram gríðarlega sannfærandi. Engin vandræði þarna og það eru 3 hvít að sjálfsögðu. Sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Gríðarlega sannfærandi og glæsileg lyfta hjá honum. En þá er komið að Bjarka Þór Sigurðssyni. Bjarki Þór. Reyna við 240 kíló. Tók 230 í fyrstu. Aukningum 10 kíló. Þetta rífur í en hann klárar þetta og fær þetta væntanlega gilt. Já, 3 hvít. Glæsilegur 240 kíló loft hérna hjá Bjarka. Sjáum þetta aftur. En þá er tilraun til Íslandsmet. Það er Ari Kárason. Ari að reyna hérna við 250 kíló, en Ari er í mínus 105. Já, Ari Kárason var að reyna við nýtt Íslandsmet. 250 kíló. Já, stöngin klár. Já, sjáum nær hann að setja hérna nýtt Íslandsmet. Já, upp með þig. Æ, það vill ekki þetta kiptið, hann á eina lyftu eftir. Þá er komið að Róberti Kjaran Ragnarsinni úr Breiðablik. Hann er að reyna hérna við 260 kíló. Já, Róbert tók 240 í fyrstu lyftu,
Bætir hún við 20 kílóum, sjáum hvað hann gerir. Róbert Kjaran úr Breiðablik nær hann hérna þessum 260 kílóum á loft, gefur svona góðan tíma í að undirbúa sig. Ja. Nei, það vill ekki. Kannski fín tilraun hjá honum. Næstur Edvard Lár úr KFA. Hann einnig að reyna við nýtt Íslandsmet. 260 kíló á stönginni. Íslandsmetið 257,5. Þetta var í bætingum 2,5 kíló. Edvard Lár. Hvað gerir hann hérna? Það hann að rífa þessu upp hérna. Edvard. Já, þetta virkaði ansi samfærandi og það vantarlega 3 hvít. Já, það nýtt Íslandsmet hjá Edvard Lár. 260 kíló en Edvard að keppa í mínus 120 kílógrama flokki og fæddur 2006. Klæsilega gert hjá honum. 18 á árinu. Þá næstur Hjálmar Andrésson. Hjálmar, hann hér að reyna við 262,5 kíló. Hans önnur lyfta tók 245 áðan. Þetta aukning 17,5 kíló. Lyfti fyrir Breiðablik. Hann Hjálmar, sjáum hvað hann gerir hérna, lyftar með 262,5 kíló. Og já, þetta virkar ansi þægilegt fyrir hann. Glæsileg lyfta, það 3 hvít. Góð og gild lyfta. Salurinn vill fá aukningu upp í 280 hjá hann næst, sjáum hvað hann gerir. Þetta allavega frábær lyfta hér, virkaði freka þægilegt fyrir hann. En næstur Guðfinnur Snær Magnússon. Guðfinnur Snær tók 295 kíló í fyrstu lyftu. Nú reynir hann við 315 kíló. Það aukning 20 kíló hér og Guðfinnur Snær. Sjáum hvað hann gerir eins og hann var í holli 2 líka. Þá endaði hann í 310 kíló. Núna hann að reyna við 315. Grjótharður. Sjáum hvað hann náði þessu. Ég sé það nóg fyrir flesta að reyna 3 erfiða lyftur á einum keppnisdegi. Nei, Guðfinnur Snær grjótharður í báðum hollum hérna og núna að reyna við 315 kíló. Já, stöngin klár. Hér kemur Guðfinnur. kíló, hvað gerir hann hér? Já, þetta virkar frekar þægilegt fyrir hann. Bombar þessi niður og þetta vantarlega 3 hvít. Já, 3 hvít hjá honum. Góða gild lyfta, 315 kíló. Sjáum hann aftur hérna. Já, glæsilegt hjá honum. Næstur svo Hörður Birkisson. Hann að taka 200 kíló. Þetta þá var jöfnun á gildandi Íslandsmeti en Hörður fæddur 1958.
er því 66 ára gamall, keppir í mínus 74 kg flokki. Það var allir fáir eftir hérna á uppbytunarsvæðinu, svona bara skipta aftur hérna yfir á pallinn góða. Hörður Birkisson. ...200 kíló jöfnun á Íslandsmeti. Sjáum hvað hann gerir. Hér kemur hann. Já, það er góða hvatningu salnum. Já, þetta er skítlokar í honum. Og já. 3 hvít að sjálfsögðu, glæsilegur. Frábær lyfta hjá honum, sjáum þetta aftur hérna. Gaf sér góðan tíma í að koma sér í gírinn og svo bombar hann þessu upp. Frábæra gert hjá honum, 200 kíló jöfnun á Íslandsmeti hjá honum. Þá er næstur Andri Fannar Ottosson úr KFR, hann er einnig í 200 kílóum, keppir í mínus 93 kg flokki. Fæddur 1982, hann er á 42 árinu. Andri Fannar. Allt klárt fyrir hann er búinn að vera mjög sannfærandi í sínum fyrstu 2 lyftum. Nú er komið að hans síðustu lyftu. 200 kíló, aukningu 15 frá því áðan. Það virkaði þægilegt fyrir hann, hvað gerir hann með 200? Já, glæsileg lyfta, frábær lyfta og þetta er vantarlega 3 hvít. Já, 3 hvít hjá honum. Þetta virkuðu 3 ansi þægilega lyftur hjá honum, byrjaði 170, fór sér 185, endar í 200. Þá er komið að okkar manni Hannu Flosa Jónssoni. Hann er búinn að tvíbæta Íslandsmetið. Hvað gerir hann? Nær hann að þríbæta það? Núna reynir hann við 200 kíló hér í hans loka lyftu. En Flosi er þess að segja 70. Og er hér að bæta þá hans glæni Íslandsmet 10 kíló ef hann klárar þetta. 200 kíló á stönginni. Þetta er 1954 þessi glæsileg maður. Þetta náðist ekki. En tvíbætti hingað sigur Íslandsmetið. Endar í 190 kílóum. Það er algjörlega stórkostlegt. En þá er komið að Hans Eliasi Róbertsinni. En Hans Elias, hann búinn að taka 180 kíló. Og svo 200 og núna reynir hann við 220 kíló. Hans Elias lyfti fyrir KFA, er fæddur árið 2009. Stöngin klár, hann er búinn að vera mjög samfærandi, bara snöggur að klára sínar lyftur. Saman hvað gerir hún að 220 kíló. Já, vel gert og hvað? Já, hann fær gilda lyftu, 2 hvít, það er nóg. Sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Hans Elias Róbertsson, 220 kíló, glæsilegur. Og næstur er svo Sturla Ólafsson, en Sturla, hann er búinn með 200 kíló og 215,
reynir hérna við 225 kíló í sinni þriðju og síðustu lyftu. Sturla fæddur 1971. Kemur hérna og búinn að vera mjög flottur með fyrstu 2 lyftunar. Hvað gera með þessar síðustu? Sturla Ólafsson með 225 kíló. Já. Æ, þetta var aðeins svo mikið. Enga sigur. Gott dagsverk hjá Sturlu. Endar hann í 215 kílóum. Næstur þá Guðbjartur Jón Einarsson, en Guðbjartur lyfti fyrir KFR. Hann búinn að taka 205 og 225 kíló. Núna bætir hann við auka 5 kílóm og reynir við 230 kíló. Sjáum að það áfram allt rólegt hérna á upphitunarsvæðinu. En Guðbjartur Jón Einarsson, hans þriðja og síðasta lyfta hér, 230 kíló sem hann reynir við hérna. Fæddur 1977, grjótharður gæi. Sjáum hvað hann gerir. Nei, þetta var of mikið. Enga síður. Flott dagsverk hjá honum, endar í 225 kílóum. En já, næstur Egill Hrafn Benediktsson úr Breiðablik. Reynir hérna við 235 kíló í sinni síðustu lyftu. Egill tók 210 kíló í fyrstu umferð. Náði svo ekki gildri lyftu á 230 en bætir samt við 5 kíló hérna. Sjáum hvort að náði því. Stöngin klár allavega. Hér kemur Egill. Réttur, drengur. Æ, hann þessi ekki alveg. Það vantar herslumuninn upp á. Sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Það vantaði rosalega lítið við 230 kílóin. Ég skil hann alveg að hafa reynt við aðeins meira. En nær ekki heldur alveg að klára þessa lyftu. En hálsbreytt frá því. Og Egill þá enda þá með 210 kíló sem hans besta lyfta. Ari Kárasson úr KFR svo næstur. Ari tók 240 kíló í fyrstu lyftu. Fekk svo ekki gilda lyftuna með 250 kílóin. Og hann reynir þá aftur við 250 kíló í sinni loka lyftu. En Ari keppir í mínus 105 kílógramma flokki. Sjáum hvað hann gerir. Þetta nýtt Íslandsmet ef hann nær þessu upp. Sjáum hvað hann gerir. Nei, hann vill ekki upp. En já, næstur á dagskrá Bjarki Þór Sigurðsson. Bjarki að reyna hérna við nýtt Íslandsmet með 252,5 kíló. En Bjarki fæddur 1973,
keppir hérna í mínus 105 kg flokknum. Þetta væri bæting á Íslandsmeti 2,5 kíló. Jæja, sjáum hvað Bjarki gerir. Nær hann að bæta Íslandsmetið. Æ, hann vill ekki. En flott tilraun hjá honum. En hann lyfti 230 kílóum og svo 240 í lyfti nummer 2 sem voru báðar gildar hjá honum. Þá komið að Róberti Kjaran Ragnarsinni. Róbert náði 240 kílóum í fyrstu lyftu. En náði ekki 260 kílóum áðan. En reynir það bara aftur hér. Róbert lyfti fyrir Breiðablik. ...260 kíló á stönginni fyrir Róbert Kjaran Ragnarsson sem kemur hér. Þessi náði ekki þessar þyngd áðan, reynir hér aftur. Já, og fer hann að stað hérna. Sjáum hvað hann gerir. Nei, það vill ekki. En enga sigur, fínt dagsverk hjá honum, endar í 240 kílóum. Næstur er svo Gilbert Prins. Hann er hér að reyna við nýtt Íslandsmet. Íslandsmetið er 260 kíló. Hann reynir hérna við 261 kíló, þetta var bæting heilt kíló. En Gilbert er fæddur 1983, lyfti fyrir KFR. Já, þá er orðið staðfest að Hörður Birkisson áðan setti nýtt Íslandsmet áðan þegar hann lyfti 200 kílóum. Það er glæsilegt, algjörlega glæsilegt. Og það gæti nú orðið annað Íslandsmet hér þegar Gilbert Prins kemur hérna. Reynir við 261 kíló hér. Keppir mínus 105 kg flokki. Fæddur 1983. Hvað gerir Gilbert Prins? Bætingum heilt kíló Íslandsmeti ef hann klárar þetta. Það var mjög sannfærandi í lyftunum til þessa. Og þetta lítur vel út hjá honum. Já. Þetta er, nýtt Íslandsmet. Hann gæti nú örugglega tekið töluvert meira. Frábærlega gert hjá honum í dag. 3 lyftur, allar gildar. Byrjar í 220 kílóum, fyrst á 240. Endar á nýju Íslandsmeti í 261 kílói. Með bætingum heilt kíló á Íslandsmetinu. Frábærlega gert hjá honum. Þá er komið að Hjálmari Andrésinni úr Breiðablik. En Hjálmar er að reyna hér við 280 kíló. Hann er hækka, hann var fyrst búinn að segja 275. En er að fara í 280 kíló. En hann tók 245 kíló í fyrstu lyftu. Tók síðan 262,5 kíló og er núna að reyna við 280 kíló. En Hjálmar lyftir fyrir Breiðablik, fæddur 1997 og keppir í mínus 105 kg flokki. 180 kíló, þetta væri alvöru þyngd að klára. Búinn að vera mjög flottur í fyrstu 2 lyftum. Þetta er eins og alveg þokkaleg bæting á þyngdinni sem hann tók á hann.
280 kíló og stöngin að verða klár. Já, stöngin er klár. Þá er komið að Hjálmari Andrésinni. Fæddur 1997 þessi kappi. Eins er búin að vera mjög sannfærandi í fyrstu 2 lyftunum. Kemur ekki og það myndi klára þetta líka. 280 kíló. Það vantaði herslumunum upp á. Leit út fyrir að myndi ná að klára þetta en það vildi ekki alveg upp núna. Sjáum þetta aftur hérna. Já, ekki í dag. En þá er komið að Edvard Lár. Edvard Lár setti nýtt Íslandsmet áðan. Hann lyfti 260 kílóum. Það er alveg bæting framundan ef hann nær þessu. Hann er að reyna við 280 kíló. Þetta er líklega næst síðasta lyfta dagsins. Sjáum hvort að við fáum aðra bætingu á Íslandsmeti. Það var bætingum 20 kíló. Edvard Lár minnir margt á ungan Tom McGee á Kanada. Ekki ósvipaðir. Sjáum hvað Edvard Lár gerir hérna. Þetta lítur vel út. Já, það ekki. Jú, 3 hvít, glæsilegur. Nýtt Íslandsmet upp á 280 kíló hjá honum. Edvard Lár, þetta er virkilega vel gert hjá hann sem hann er aldrei í vandræði með þetta. Gæti alveg örugglega jafnvel farið enn óvar hérna í dag en lyfturnar eru búnar. Þetta var hans 3. síðasta lyfta. Þá er komið að Guðfinni Snæ Magnúsinni. Síðasta lyfta dagsins. Guðfinnur Snær er að reyna við 325 kíló og það magnaðir. Þetta er hans 7. lyfta í dag. Hann var bæði í holli 2 og 3. Hann tók 315 kíló áðan. Hvað gerir hann hér með 325 kíló? Þetta væri... Hann er með mestu þyngd dagsins. Þetta væri bæting af því 10 kíló. Hann tók 315 kíló áðan. Sjáum hvað hann gerir. Loka lyftadagsins og það ætti að heyrast vel í salnum. Sjáum Guðfinn Snæ hérna. ...325 kíló. Er hann að klára þetta? Mér sýnist það. Þetta hlýtur að vera 3 já. Já, 3 já. Góð og gild lyfta. 325 kíló. Sjáum þetta aftur hérna. Algjörlega glæsilegt hjá honum. Hann tekur endar 6 lyftur hér í dag og allar góðar gildar. Frábært, algjörlega frábært. En já, tökum okkur smá pásu meðan dómararnir fara yfir stigaskorið og svo verða veitt verðlaun hérna. Þannig að ekki fara langt.
Já, þá er komið að verðlaunafhendingunni. Allir keppendur kallaðir hérna upp á svið. Glæsilegri keppni lokið hérna í dag. Svo förum við upp í flokk kvenna. Í mínu 63 kg flokki í fyrsta sæti Heiða Mist Kristjánsdóttir. Mínus 84 kg flokki Fjóla Kristín Blandon, fyrirgefðu. Brús 83 kg flokki, þriðja sæti Margrét Linda Kristjánsdóttir. 84 kg flokki. Brús 84 kg flokki, annað sæti Agnes Ír Rósmundsdóttir. Fyrsta sæti, brús 84 kg flokki kvenna, Þorbjörg Matthíasdóttir. Master 1, mínus 84 kg flokkur, fyrsta sæti Heiðrún Frímannsdóttir. Á fyrir kvennaflokkinn, í mínus 66 kg flokki sub-junior, Stefán Kári Arnþórsson. Fyrsta sæti. Í mínus 74 kg sub-junior, fyrsta sæti Guðmundur Logi Ólafsson. Í mínus 93 kg flokki sub-junior, fyrsta sæti Helgi Kristjánsson.
Kristberg Ólafsson. Fyrir opniflokkinn í mínus 74 kg flokki, fyrsta sæti Hrannar Ingi Óttarsson. Í mínus 83 kg flokki, fyrsta sæti Alexander Pétur Kristjánsson. Plús 120 kg flokkur, í öðru sæti Guðfinnur Snær. Og í fyrsta sæti Þorsteinn Ægir Óttarsson. Í mínus 74 kg flokki junior. Fyrsta sæti, nei, hann mætti ekki keppnina. Í mínus 93 kg flokki junior. Í öðru sæti Konráð Jóel. Mínus 93 kg flokki junior Þorvaldur Hafsteins. Fyrsta sæti. Mínus 105 junior. Fyrsta sæti Alexander Jóhannsson. Plús 120 junior. Fyrsta sæti Róbert Guðbrandsson. Masteri næst, endum búnaðir. Mínus 93 kg flokki karla. Fyrsta sæti Andri Fannar Óttarsson. Mínus 105, Master Egg, Gilbert Prins.
105, öðru sæti Sturla Ólafsson. Fyrsta sæti -105, Master 2, Bjarki Þór Sigurðsson. Þannig Master 3, kvenna, -74 kílógraflokki, Elsa Apostolsdóttir. -74 kalla, Hörður Birgisson. Það sagði líkvæmt áðan þó ég veit ekki viðkynna fyrst, en það mikið með mér. En ég voru ekstra gott klapp. -105, Master 4, Flosi Jónsson. Þetta er 190 kíló Íslandsmet. Þá förum við í búnaði. -105, Sub Junior. Í búnaði Hans Elias Robertsson. Sigurvegari. -120, Sub Junior, Edward Lár með glæsilega glænýtt Íslandsmet, 280 kíló. -105 í búnaði, öðru sæti Róbert Kjara Ragnarsson. Og í öðru sæti, fyrsta sæti, Hjálmar Andrésson. Og í búnaði -120, opnu flokki, fyrsta sæti, Egill Rafn Benediktsson. Og í búnaði, 140 flokki, fyrsta sæti, Guðfinnur Snær Magnússon. Verðarpenningur, ég verði að segja svona áhugaverða sögu um þetta. Þegar við fórum og náðum í þá í gær, þá voru það með ólympískum merkingum, eða ólympískum lyftingamerkingum. En við þurfum að endurgera alla og þeir voru bara klárir á það, þess vegna eru það allir að skjöna hvað að gera á hvað. En ég held að þeir allir komið til eftir skila núna. Master í búnaði.
Hérna, varst þið búin að mínu búin? Það eru tveir? Hvað það getur spila? Ánskot. Við látum gera senda. Já. Ef það vantar eitthvað þá áttum við gera senda það. Það verður klúðað þessi 7 stundir á okkur. Mínus 105 búnaðarlifta, Master 2, Ari Kárasson. Við eigum verður fyrir handaðið sem er verður enn 1. En við getum líka að gera annan handaðið og senda þér hann. Förum við stigahæstu kvenna yfir tótalið og í 3. sæti með 127 stig Elsa Pálsdóttir. Hún fær verðlaun nuddkeppni og gjöf frá 7 sportförum. Í 2. sæti með 131 stig Þorbjörg Matthíasdóttir sem fær eina kuldavermi og 2 auka Unbroken. Að gjöf frá Kulda og Unbroken. Í 1. sæti með 142 stig Kolbrún Katla Jónsdóttir sem fær gjöf Þörsku frá Hæbrit, bikar frá Káa og gjafabrið skóabröðin að gjöf frá Malbyggu Norðurlands. Og í 3. sæti heilt yfir stigkeppni karla Konráð Jóel Jónsson sem fær að gjöf líka nuddnúfið frá 7 sportförum. Og í 2. sæti með 130 stig Þorvaldur Hafsteinsson sem fær kuldavermi og kulda og Unbroken. 1. sæti, einnig með 130 nema komma 9 stig, Þorsteinn Ægir Óttarsson. Það engin kona sem keppti búnaði þannig að við eigum auka blikar með þessu. En stigahæstu karla í búnaði, 3. sæti karla í búnaði auðvitað. Hjálmar Andrésson, 83 stig.
Í öðru sæti í búnaði við 84 stig, Edvard Lauer. Edvard fær sömu verðlaun, það er kuldaermi og Unbroken og Hjálmar fékk nuddrúlluna. Og í fyrsta sæti í búnaði með 88 stig, Guðfinnur Snær Magnússon. Hann var gjafabréf, skólaböður og töskum frá Hæðbreyt. Þetta sé komið, ef við erum að gleyma ykkur að klúðra einhverju, þá er hérna að koma að ræða við okkur bara. En fyrir höndin þetta með K vil ég þakka fyrir kærlega fyrir þáttökuna og að vænta móti líka og takk kærlega fyrir okkur. Þið sem einhver slíf, ef þið eru ósaklega stærðir að koma hnæðið við mig, ég skipti ykkur, ég er með nóg að erfum.